þessi hópur þvert á flokka, þetta er bara sjálfsbrottið. Það er engin einhver megin aðili sem stendur á bakvið, þetta eru bara fólk sem tekur sér saman á netinu. Okkur er nóg boðið, þetta gengur ekki. Og ég held að það hafi aldrei á Íslandi verið eins mikil gjá á milli svona skoðana meiri hluta fólks í hælisleitendamálum og stjórnmálastéttarinnar. Ólafur Ragnar Grímsson talaði að það væri gjá milli þings og þjóðar í ákveðnu tilviki. Þetta er raunveruleg gjá. Og ég satt að segja, hafði enga trú á því að þeir myndu ná einhverjum hópi á Austurvöll af því að bara reynslan af því að okkar fólk að það mæti lítið á svona útifundi, það er ekki þeirra tjáningarvettvangur. Þvert á það sem að ég bjóst við, þá bara var þetta algjörð sigur, það bara sýndi fram á það. Það er engin boðun sem fer fram nema bara á netinu, það er engin sterkir auglýsingamiðlur sem standa að þessu. Þú farðan 10.000 manns, þarna er alls konar fólk, þarna eru konur með börn í kerrum og svo framvegis, bara tek þetta sem dæmi. Fólk er opið, samt sem áður er stór hópur sem hugsaði með sér, nei, það verður einhver leiðind og eitthvað ég við sitt frekar heima. Þannig að það var ljóst af viðbrögðum að þarna er þessi sjálfsbrotna hreyfing fólks, að þarna að hún hefur gríðarlega mikinn hljómgrunn. Miklu meiri hljómgrunn heldur en stjórnmálastéttin hefur ætlað og það mætti væri nú kannski full ástæða fyrir allavega ákveðna stjórnmálaflokka sem hafa lítt passað upp á þessa hluti að boða nú til fundar helstu fyrirmanna sinna og segja er ekki komið tími til þess að við svörum kalli þjóðarinnar. Og þá var ég að tala Sjálfstæðisflokkin. Þá var vísað í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem spurði af hverju er Ísland ekki með, af hverju þú ekki með í hópi fjölmargra evrópskra þjóðarleiðtoga sem er með opið bréf til Mannréttindadómstóls Evrópu það þurfa að gæta öryggisborgarana að erlendir glæpamenn sem kom inn í þjóðfélögin, að þeir hafi ekki réttindi umfram það sem að hinn almenni borgari getur krafist. Þarna stendur fyrir þessu meðal annars Mette Frederiksen, sem er formaður systursflokks samfylkingarinnar í Danmörku. En hvað er svar Kristrúnar við þessu? Á hverju eru við ekki með? Já, það er í raun þetta. Við höfum bara ekki tíma til þessar önnur og mikilvægari mál. Á sama tíma hafa þær verið að þeysast eins og landafjandar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Kristrún Frostadóttir. Þorgerður til þess að reyna að ná sér niður á Ísrael með öllum mögulegum og ómögulegum ráðum. Og öðru leyti að stunda því að standa því að Íslendinga greiði og borgi fyrir vígtól í stríðinu milli Úkraínu og Rússa og Kristrún að nýkomin á NATO-fundi að skuldbindi íslensku þjóðina til tuga milljarða útgjalda. Og ég ætla bara að benda þér á það, ekkert á þessu hefur farið fyrir Alþingi. Aukin útgjöld til varnarmála. Þetta eru bara tilkynningar, tilskipanir. Þetta er eins og Trump hefði gert það. Sveimir þá. Ég sveimir þá og ég meina það er ekki umræður í utanríkismálanefnd, það er ekki umræður á Alþingi, það er ekki umræður í þjóðfélaginu. Þetta bara við ætlum að gera þetta og ég hef bara ekki í annan tíð séð eins mikla valdatöku framhjá þjóðfélagsstofnunum eins og þessar tvær konur eru að gera þegar þeir eru að gjörbreyta íslenskri utanríkisstefnu sem hingað til hefur verið það eiga friðsamleg samskipti við allar þjóðir.